Komið sæl, Kristján Geirsson heiti ég og ætla að renna í örstuttu máli yfir eitt af þessum verkefnum sem hafa verið unnin hér á Umhverfisstofnun síðustu 5 árin. Og það er rétt að renna yfir hvað þessi skammstöfun þýðir. Þetta fjallar viðskiptakerfi með losunarheimildir. Þetta er eitt af meginstjórntækjum Evrópusambandsins í að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Í Evrópu var þetta kerfi sett á laggirnar árið 2005. Það var síðan fært inn í EES-samninginn og tekið upp á Evrópska efnahagssvæðinu 2008, nema það að Ísland reyndar fékk undanþágu, þannig að við vorum ekki með í þessum undirbúningsfasa eða þegar þetta var einfalt og gott. Nú, í raun og veru erum að ræða 4 verkefni. Það er í fyrsta lagi að keyra upp þetta viðskiptakerfi eins og það var uppsett. Það var sú vinna hófst hjá okkur 2009 eða 2008-2009. Við þurfum að keyra líka upp 2 viðbætur sem eru við kerfið. Það er annars vegar við að taka inn flugstarfsemi. Hún fór í gang í byrjun árs 2012 en áður en að það var gert var mjög viðamikil innleiðingarvinna og gagnasöfnun. Sömuleiðis er mikil útvíkkun í iðnaðarstarfsemi sem að gerði að verkum að þá færðist inn árið 2013 færðist inn 80–90% af þeirri losun sem er undir kerfinu. Og síðan þurfti að setja upp og vinna skráningarkerfi til að halda utan öll þessi viðskipti. Og ef við rennum aðeins yfir hver staðan er á þessum málum, að þá er flugstarfsemin á þann hátt að Ísland er með 350 flugrekendur undir sinni umsjón og við erum eitt af þessum 5 eða 6 ríkjum með flesta flugrekendur undir okkar umsjón og einungis 7 af þeim eru íslenskir, þannig að mjög stór hluti af þessu eru flugfélög eða rekstraraðilar utan svæðis. Við höfum samt náð að uppfylla alla þær skyldur og atriði sem að okkur ber að gera. Við iðnaðarstarfsemina að ræða mjög flókna tæknilegar útfærslur og viðamikla vöktun. Við höfum náð að gefa út losunarleyfi fyrir þau fyrirtæki sem þar heyra undir, safna saman gögnum og senda út og erum við raun alveg tilbúin til þess að grípa til næstu atriða. Við erum sem sagt til en Evrópusambandið er svolítið seint, þannig að við erum að bíða eftir því að það ná að uppfylla sína verkefni og við getum haldið áfram með okkar verk. Svipað með skráningarkerfið. Við vorum svolítið á eftir öðrum að koma okkur stað, þurftum að keyra þetta upp. Við höfum komið upp virku kerfi sem uppfyllir allar þær kröfur sem eru uppi, opnað þá reikninga sem hafa verið sótt úthlutað heimildum og erum tilbúin til áframhaldandi leið og Evrópusambandið klárar sína undirbúningsvinnu. Ég held að það sé bara rétt, þetta er búið að vera ofboðslega mikil áhersla. Ég vil bara fá að hálfa að renna yfir að þetta starfsfólk sem hefur unnið bæði hérna á Umhverfisstofnun og nefna sérstaklega hana Glói í ráðuneytinu sem hafa unnið hreint kraftaverkið þessu. Takk fyrir.